hvað það? Við ætlum aðeins að kíkja í neðri deildirnar í boltanum og það er eitt lið sem að er að standa sig betur en í venjulegu ári. Þeir toppa deildina sína og eru komnir í fyrsta skipti í sögu félagsins í 8 liða úrslit VISA-bikarsins eða hvaða bikars sem er. Það hét nú ekki alltaf VISA-bikarinn. Það er Víkingur Ólafsvík og ég er með Jónas Gest Jónasson á línunni. Sæll. Já, sælir. Hvernig hefur það í kvöld? Ég hef það bara fínt í kvöld. Þetta eru nú falleg orð að toppa deildin og 8 liða úrslit í bikar. Já, þetta hefur bara gengið alveg ótrúlega vel og bara nánast svona eins og í ligasögu alveg frá því í mars. Það má eiginlega segja það. Hvernig gekk ykkur í fyrra í deildinni? Það byrjaði mjög vel, kannski eins og núna, en við unnum fyrstu 2 leikinni í fyrstu deildinni í fyrra, en svo gekk þetta allt og aftur fótunum og við fjallum, og vorum búin að vera 5 ári fyrst deild og fjallum við í fyrra. Og þið ætli greinlega bara að skella ykkur beint þangað aftur, líður betur þar heldur en annari? Já, mér skorti hvernig gengi hefur verið, en við verðum fyrir mikið til blóðtöku síðastlið haust, mistum 14 leikmenn og við verðum að skipuleggja okkur alveg upp á nýtt og byggja upp nýtt lið. Ég ætla að biðja að staldra aðeins við, þið mistuð 14 leikmenn. Já, við mistum 14 leikmenn frá fyrra ári. Og hvað er Ólafsvík að bjóða upp á marga íbúa? Já, Ólafsvík býður upp á 1000 íbúa, en við horfum á þetta lið svona frá allir Snæfellsnes og það 4000 íbúar. Já, 14 menn í hvaða lið sem er ansi mikil blóðtaka, ég veit nú að viðkynna það. Jú, það var alveg gríðarlega mikil blóðtaka, en það tók allan veturinn að púsla saman 9 liði. Hvernig náðu að kýtta í götin? Já, við erum náttúrulega með mjög öflugt unglingastarf og fengum flotta unga stráka sem að Búra Sefið þjálfari okkar er búin að vera alveg frá árinu 2003 og það eru mjög margir ungi strákar að koma inn og ég held að meðalaldurinn í liðinu núna sé 21-22 ára. Og svo fengum við nokkur erlenda leikmenn til liðs okkur og fengum 2 lánaða stráka frá Stjörnunni líka. Þannig höfum við púslað upp í götin, sko. Og þessi uppskrift virðist vera að ganga? Já, hann verðist ganga alveg ótrúlega vel og eins og sé, við byrjum hann í deildabikarnum, byrjum mars og við erum búin að spila nú 18 leiki í deildabikar, bikar og í deild og við erum búin að vinna 16 og gera 2 jafntefli. Já, ekki búin að tapa leik? Ekki búin að tapa leik. Það nú magnað. Já. Og kannski stærsta fréttin svo að þið eru í 8 liða úrslitunum í bikarnum og það í fyrsta skipti. Hvað? Þið voru búin að fara 5 sinnum í 16 liða, sagði það ekki? Jú, þetta var 5. skipti sem fór nú í 16 úrslit og núna náðu að komast í 8 úrslit og við erum búin að spila 4 leiki í bikarnum. Við lentum í forkeppni, spilum fyrst 3 útileiki og svo fengum heimaleik með Fjarðabyggð sem við náðum að vinna og við lendum svo á móti Stjörnunni núna 12. júlí á heimavelli. Og hvað með Stjörnudrengin ykkar? Mega þeir spila, veistu það? Já, þeir eru bara svo almennilega við okkur Stjörnumenn og í strákana sína, þeir voru sendið til okkar til að fá að spila svo þeir ætla að spila á móti sér líka og við kunnum bara bestu þakkir fyrir það. En þið vantarlega hugsið gott í glóðarinnar, það er vantarlega ekki gervigræsarna hjá ykkur, það? Nei, það er mjög flottu græsvöllur. Og Stjarnan henni líður betur á teppinu sínu í Garðabænum heldur en á alvöru grasi. Þó hann hafa gert mjög góða hluti í gær. Jú, en þeirra unnur vísu síðustu 2 útileiki hjá sér, unnur hérna F-fóinguna og svo unnur B.I. Bolungarvík í byggarnum, svo Bjarni nú eitthvað að breyta þessu þróunan hjá hann sýnist mér. Já, hann sagði náttúrulega eftir B.I. Bolungarvíkuleikin að hann vildi bara halda áfram í sveitinni, hann var sáttur við þetta. Jú, Bjarni mikill landsbyggðarmaður og hann var skemmtilega kannski hérna við dráttinn hann í 8 úrslit, þá sátu við hliðin á Stjörnumennunum. Þetta var skemmtilegt að skildi svo lenda svona saman og líka verið góð tengsl á milli okkar og eins og segir lána okkar svo 2 strákar sem búin að hjálpa okkur greiðlega mikið í sumar. En nú þess að þú talar að þið tengist 4000 manns þó að Ólafsvík sé 1000 manns. Hvernig er mænting á leiki? Hvernig er umgjörð? Nú þekki ég það ekki í annarri deildinni, ég er nú aðeins kíkt á fyrstu deildina og þar eru menn að reyna, en hvernig er þetta í annarri deildinni? Já, umgjörnum leiki hefur verið mjög góð. Við fengið mjög margt gott fólk sem er að starfa í kringu leikina og stuðningsmennirnir eru líka mjög duglegir við að mæta, bæði heimamenn og svo eru brottvettar að mæta á leiki, kvippin og kappin. Og við höfum verið að fá, frá nokkru 2 árunda upp í 300-400-500 áhorfið á leiki. Það er mjög gamanlegt. Og maður sér að þetta er að magnast núna, en það er kannski eini ókostur sérstaklega aðra deild, en að margir leikir helgar og þá var þetta kannski erfitt núna í júli að fá marga áhorfið þegar sumarfríin er að byrja á fólkinu. En segðu mér eitt, hvað gerur ráð fyrir þá mörgum þegar að Garðbæingar ætla að kíkja heimsókn? Já, það er nú spurning, en
Það væri nú gaman að fá einhverju 500-600 manns. Verður ekki slegið eitthvað áhorfenda með? Jú, maður vonast til þess að þetta er á mánudagskvöldi, 12. júlí, daginn eftir úrslitaleikin í HM og við vonast til að mæti allt nesið og mikið af brottöftum og eitthvað, náttúrulega stjörnufólki líka. Glæsilegt. Eitt sem að mér langar að spyrja þeim, það náttúrulega þið eru þarna fyrir vestan og þurfið alltaf að fara þó nokkrar vegalengdir í hvern einasta leik. Er þetta ekki alveg vonlaust mála að vera alltaf upp í rútu eða keyrandi hingað á þangað landið? Jú, þetta er rosalega tíminn alltaf sem fer í þetta. Við erum búin að spila einhverja 23-24 leiki frá áramótum og ég held að við erum búin að spila 5 leiki í Ólafsvík. Jaha. Og næsti leikstaðurinn voru upp á Akranes í Akranesvöllin sem spiluðum vetratíman, svo þetta er gríðarlega ferðalög en við höfum gert þetta líka þannig til að halda ferðakostnaði niðri. Þá voru við stjórnarmennir og stuðningsmenn líka sem hafa verið að keyra liðið. Já, þannig að öllum ferðakostnaði í lágmarki. Ég skilið, þannig að menn eru bara að fá að fljóta með í bílum. Það er fljóta með í bílum og svo hefur við afnotað einni rútu sem fiskiðan Bylgjá. Hún hefur verið að lána okkur 16 manna rúta og það er alveg meiri átt að stöðningu fyrir okkur að hafa. Eitt í lokin hann sagði mér það framkvæmdastjórinn að þú værir 3. markahæsti leikmaður Íslands sögunar. Er eitthvað til í þessu? Já, ég veit ekki hvað hann er að segja en þetta er svona, ég held ég sér 4. markahæsti nú, ég held komin upp fyrir mig. Ég skoraði 159 mark. Og þú hefur verið að laumast þetta í neðri deildunum þannig að maður svona, með fulli virðingu þá þekkti ég ekki nafnið, verði ég að viðurkenna. Nei, ég með spilaði í 2. og 3. deild. Já, en 150 mörk, það er nú ekki amalegt. Nei, það er ágætt. Að eiga það á pappír. Hvenær hættir þú? Ég hætti síðast leikur á 2006. 2006? Já. Og skór endalega konur upp á hillu? Endalega konur upp á hillu þó maður fær nú annars slæðu æfingar og hafi bara gaman að með strákunum. Glæsilegt. Til lukku með gott gengi og vonandi gengur þetta sem best í allt sumar og það er stórleikurinn 12. júlí, Víkingur Ólafsvík Stjarnan og við hvetjum alla, bara á landinu og þá sérstaklega á Vesturlandi og Nesunu að kíkja á öllin. Já, takk hérlega fyrir